Góðan dag, ég heiti Bjarney Alda Benediktsdóttir og nemandi í samfélagshjúkrun við Verkmenntaskóla Austurlands. Hér á eftir ætla ég að fjalla markmið og sögu geðhjúkrunar á Íslandi, fordóma í garð einstaklinga með geðrænan vanda og ýmsar kenningar í geðhjúkrun. Einnig verður fjallað og farið yfir hvernig góð geðheilsa lýsir sér og mat á andlegu ástandi, svo fátt eitt sé nefnt. Byrjum á markmiði geðhjúkrunar, en hún felst í stuðningi og valdeflingu einstaklingsins með ýmsum hætti, svo hann hafi tækifæri til að öðlast trú á eigin getu sem leið til bata. Þróun geðheilbrigðisþjónustu hér á landi frá því í kringum aldamót og til dagsins í dag hefur tekið miklum breytingum, en saga geðhjúkrunar hófst árið 1907 með stofnun Kleppsspítala. Miklir fordómar og vanþekking voru ríkjandi bæði til spítalans og þeirra sem þar voru vistaðir, og fyrstu áratugina fólst hjúkrunin aðallega í gæslu og vöktun. En á 7. áratugnum fór hjúkrunin að miðast við líðan skjólstæðinga. Árið 1989 verða straumhvörf með tilkomu nýrra geðlyfja og þar með menningu á geðdeildum, og samhliða þróun lét stofnanabragur undan. Barnageðdeild var stofnuð árið 1970 og kallast í dag BUGL. Í dag er lögð megin áhersla á batahugmyndafræði, þar sem einstaklingar með geðraskanir fá samþætta og samfellda þjónustu frá hendi heilbrigðis- og félagsþjónustu, með það fyrir augum að draga úr innlögnum á spítala. Fordómar í garð einstaklinga með geðraskanir hafa án efa fyrst og fremst stafað af vanþekkingu almennings sem og stjórnvalda sem ómeðvitað hafa ýtt undir viðhorfin með eigin vanþekkingu, samanber það að loka fólk alfarið inni á deildum. Sagan af Guðnýju Einarsdóttur er skýrt dæmi fordóma í garð geðröskunar og þá vanþekkingu sem við lýði var, og hverjar afleiðingar illrar meðferðar og vanrækslu geta haft á börn til frambúðar. Þessi saga lýsir ómanneskjulegri meðferð einstaklings með geðröskun og hugurinn fyllist sorg yfir örlögum hennar. Góð geðheilsa byggist á andlegu og tilfinningalegu jafnvægi einstaklingsins, sem gerir honum mögulegt að takast á við áskoranir daglegs lífs. Ýmsir þættir geta haft áhrif á geðheilsu fólks, svo sem líffræðilegir þættir, þar sem líkamleg heilsa og erfðir hafa áhrif. Andlegir þættir geta haft áhrif á sjálfstraust og lífsviðhorf, sem og félagslegir þættir, en þar skipta vinir og fjölskyldu aðstæður miklu máli. Dagleg virkni einstaklingsins, svo sem að geta mynda tengsl og gefa af sér, auk líkamlegar hreyfingar við hæfi, hafa jákvæð áhrif á geðheilsu. Það skiptir máli hvernig við tölum geðheilsu og geðheilbrigði, eða hvaða orð eru notuð þegar talað er fólk með geðröskun. Til dæmis skyldi aldrei auðkenna fólk með heiti geðröskunar, svo sem geðsjúklingur eða geðveikt fólk. Eins ætti að tala reynslu fólks í stað einkenna, svo sem fólk með geðsveiflur eða fólk sem upplifir geðröskun í stað sjúklinga eða geðsjúkdóma. Það skyldi alltaf gæta að orðræðu sinni og forðast klisjur eins og að eitthvað sé geðveikt eða kalla einhvern geðsjúkling vegna ólíkra skoðana hans. Ýmsar kenningar
hafa orðið til í geðhjúkrun orsök geðvanda einstaklinga. Þar má nefna læknisfræðilega kenningu sem leggur áherslu á líffræðilega ferla líkamans, taugabúðefni og erfðir og meðhöndluð með lyfjameðferð. Félagslega kenningin, hún leggur áherslu á áhrif félagslegra þátta á geðheilsu einstaklingsins og það að félagslegur jöfnuður sé til staðar í samfélaginu sem stuðli að bættu geðheilbrigði. Batahugmyndafræðin, hún á rætur til notenda geðheilbrigðisþjónustunnar vegna gagnrýni þeirra á forræðishyggju meðferðaraðila og fordóma þeir upplifðu í sinn garð. Meðferðin gengur út á sameiginlega markmiðasetningu, sjálfsábyrgð skjólstæðings og valdeflingu þar sem hann í lykilhlutverki í meðferð og í samræmi við hans eigin reynslu. Sálgreiningarkenningin samkvæmt hugmyndafræði Sigmund Freud, en hann taldi að geðrænan vanda einstaklingsins mætti rekja til reynslu frá uppvaxtarárum, þar sem hugsanir stafi af dulvituðum hlutum og reynslu. Meðferð byggir á sálgreiningu þar sem fagaðili og skjólstæðingur mynda tengsl og vinna saman að rannsókn á upplifun þess síðarnefnda. Svo það atferlismótunarkenningin, en hún leggur áherslu á tenginguna milli hugar, tilfinninga og hegðunar, en samkvæmt kenningunni ákvarðast hegðun út frá hugsunarferli. Meðferð byggð á hugrænni atferlismeðferð sem felst í því að hugsa óboðnar hugsanir og kryfja viðhorf skjólstæðinga til þess sem hefur gerst. Áfallakenningin, hún beinir athyglinni að því hvað sálræn áföll, það sterk streituviðbrögð, hafa mikil áhrif á þróun geðheilsuvanda. Fagfólki mikilvægt að kynna sér áfallasögu viðkomandi og skapa einstaklingnum tækifæri til að tjá sig opinskátt reynslu sína. Svo það tilvistarkenningin, en hún leggur til grundvallar reynslu skjólstæðingsins og merkingu hennar, þar sem áhersla lögð á meðferðarsamband samkvæmt hugmyndafræði Carl Rogers og hins vegar frelsi til að hafa stjórn á eigin hugsunum og taka ábyrgð á eigin lífi, samkvæmt hugmyndafræði Viktor Frankl. Svo það samskiptakenningin, en hún felur í sér tengslakenningar sem eiga ekki aðeins við í geðhjúkrun, heldur í hjúkrun og umönnun almennt, þar sem skilningur og gagnkvæmt traust þarf að ríkja og fagaðili veitir ráðgjöf og aðstoðar skjólstæðing við að taka ábyrgð á eigin lífi. Kenningarnar hver sig áhugaverðar og eiga allar rétt á sér, allt eftir atvikum. Því ekki hægt að segja að einhver ein sé betri en önnur, þar sem ástæður geðheilsuvanda einstaklingsins ólíkar og því verður að velja meðferð í samræmi við hvert tilfelli fyrir sig og þarfir skjólstæðingsins. En eigi að draga eina kenningu fram, þá tel ég að sálgreiningakenning Sigmund Freud reynslu einstaklingsins á uppvaxtarárum eigi við rök að styðjast og geti haft mikil áhrif á geðheilbrigði á fullorðinsárum. Meðferðarsamband, það byggist á góðri samskiptafærni fagfólks sem þarf að mynda meðferðarsamband við skjólstæðinga byggt
á gagnkvæmri virðingu og viðurkenningu. Gott meðferðarsamband byggist á trausti sem leiðir til þess að skjólstæðingurinn upplifir öryggi og trúir á úrræði fagaðila og árangur meðferðar. Ein tegund samskiptatækni er áhugahvetjandi samtalstækni sem leiðir skjólstæðinginn með leiðbeiningum fagaðila í átt til betri hegðunar. Það byggir á samvinnu fagfólks og skjólstæðinga þar sem notast við þverkenningarlíkan, þar sem fram fer svokallað hegðunarbreytingarferli sem hefur það að markmiði að breytingin komi frá skjólstæðingnum sjálfum sem hafi trú á eigin getu. Svo það forvarnir gegn geðröskunum í tengslum við geðrækt og felst í andlegri heilsueflingu og hefur það að markmiði að efla geðheilsu, veita vörn gegn geðröskunum og tvinna saman eflingu á geðheilsu og forvörnum. Forvörnum í geðheilbrigðisþjónustu skipt á 3 stig. Fyrsta stig fyrirbyggjandi aðgerða að koma í veg fyrir veikindi með heilbrigðisfræðslu til almennings og aðgerðir sem bæta lífsskilyrði í samfélaginu, ásamt fjölskyldustuðningi og fleira. Annað stig fyrirbyggjandi forvarna geðheilsuvanda á sér stað þegar veikindi eða vandamál eru komin fram, svo sem að gera heilsufarsmat til að uppgötva vanda í tíma og veita eftirlit og ráðleggingar og stuðla að góðu aðgengi ráðgjafaþjónustu. Þriðja stig fyrirbyggjandi forvarna leggja áherslu á að sporna við afturför eða fráhvörfum í meðferð með því að bjóða upp á endurhæfingu og skipulagða eftir meðferð að lokinni sjúkrahúsdvöl. Svo það geðorðin 10 eða lífsorðin 14 sem snúast í grunninn að auka andlega, félagslega og líkamlega vellíðan með áherslu á sjálfsvirðingu. Geðorðin 10 leggja áherslu á jákvæðni og þá þætti sem hafa mest að segja fyrir geðheilsuna og leið að draga úr fordómum. Lífsorðin 14 sett fram út frá persónulegri reynslu einstaklings með geðheilsuvanda og leggja áherslu á andlega heilsueflingu. Fyrir mitt leyti þá tala lífsorðin 14 meira til mín og langar mig sérstaklega að beina athyglinni að mikilvægi öndunar og að við notum andardráttir rétt. Djúp öndun grundvöllur sjálfsræktar og slökunar. Fái líkaminn ekki nægjanlegt súrefni vegna grunnrar öndunar fyllist líkaminn streitu og til langs tíma hefur það neikvæð áhrif á geðheilsuna. Við mat á andlegu ástandi einstaklings þarf að hafa ýmsa þætti í huga, til dæmis útlit hans, tjáningu, bæði munnlega og líkamlega, sem og samskiptafærni, tilfinningaástand, skynjun hans á umhverfi, hugsanir, auk mats á vitrænu og skilvirðlegri starfsemi, svo sem meðvitund, dómgreind og innsæi. Andlegt ástand hefur mikil áhrif á líkamlegt ástand, til dæmis öndun, hjartsláttartíðni og blóðþrýsting, og því mikilvægt að mæla lífsmörk. Fleiri dæmi líkamleg einkenni vegna andlegs ástands geta komið fram í svefntruflunum, truflunum á hegðun, ranghugmyndum eða eirðarleysi, ofsaköstum, kvíði og depurð.
Við gerð þessa verkefnis fannst mér hvað áhugaverðast hversu stutt síðan almennt var farið að opna á umræðuna geðheilbrigði, mikilvægi forvarna og framfarir í hjúkrun einstaklinga með geðheilsuvanda, þar sem líðan þeirra var lögð til grundvallar við meðferð. Samhliða framförum á sviði geðhjúkrunar og opnari samfélagsumræðu hefur dregið úr fordómum í garð einstaklinga með geðvanda. Það sem ég lærði nýtt var kannski ekki hvað síst áminningin mikilvægi þess að gæta að eigin orðræðu og það að klisjur geta valdið skaða. Þannig hefur efnið sannarlega minnt mig á mikilvægi þess að ætíð skuli hafa aðgát í nærveru sálar. Að lokum vil ég taka fram að heimildir við gerð þessa verkefnis eru fengnar úr kennslubókinni Samfélagshjúkrun eftir Aðalbjörgu Stefaníu Helgadóttur. Ég þakka áheyrnina.